Næsta dagskrá eru stuttar framsögur fulltrúa þingflokkana og samkvæmt dagskrá kynni ég Björt Ólafsdóttur frá Bjartri framtíð og hún þess heiðurs aðnjótandi að fá að nota ræðupúlt borgarstjóra og við ætlum að hafa þann háttinn á að þið komi bara stuttulegina til okkar. Gjörðu svo vel. Bara halda stuttar ræður. Já, ekki mjög langar ræður hér. Herðu, þvílíkur heiður, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér og okkur öllum. Þessi fundur hefur verið mjög upplýsandi fyrir mig og ég gleymdi mér í því að vera að glósa hér yfir fyrirlestri bæði hjá Önnu Björgu og Stefáni líka. Mér langar aðeins að byrja á því að kommentara á það sem að þau sögðu. Því að ef að samtal eins og þetta og svona framsögur eiga sér stað á fleiri stöðum en ekki bara í borgarkerfinu og þá held ég við séum algjörlega í góðum málum. Ég var svona stanslaust að kinka kolli og bara samþykkja og glöð að heyra það sem kom hér fram það og það bara auðvitað helst það sem var auðvitað helst rætt eða ég tók mest til mín og kinkaði mest kolli yfir var heimaþjónustan. Við í Bjartri framtíð höfum sagt auðvitað skiptir hjúkrunarrými mjög miklu máli og það mikilvægt að landspólitíkin taki líka afstöðu þar að þetta sé ekki bara einhvern veginn sveitafélögin að hnippa í þá sem eru við stjórnvölin á þingi hverju sinni. Við þurfum að vinna þessu sameiginlega með sveitarstjórnunum og það hefur hallað á Reykjavíkurborg hvað hjúkrunarrými varðar. En ef að fókusinn fer að færast meira í þá átt eins og hér hefur verið rætt að við þurfum að aðstoða eftir fremsta megni fólk við það ef það svo vill að búa heima hjá sér, mögulega með mjög mikilli heimaþjónustu sem þannig og gerð að hún er svona eins og NPA, eins og við þekkjum úr NPA, notendastýrð persónuleg aðstoð sem að fatlað fólk hefur fengið að nýta. Það meira á forræði notandans, það ekki eins og Anna Björg kom inn á ákveðið einhvers staðar út í bæ hvenær fólk fer í sturtu. Heldur þetta meira tíðari heimsóknir og meira sjálfræði þar og þarna bæði auku við lífsgæði fólks og ég held að við spörum líka peninga þá auðvitað sé svona þjónusta út því hún meiri dýr en á meðan erum við ekki í þessum fjárfestingarkostnaði að byggja upp mikið af hjúkrunarheimilum eða hjúkrunarrýmum og ég held að við sem komin á þann stað að við skoðum þetta betur og fullri alvöru. Hvað með mikinn tíma þó ég veit að við fáum ekki að staldra hér við þetta fólk lengi? Erum við með ótakmarkaðan tíma eða? 2 mínútur eftir. Nú, ok. Já, þá ætla ég að spýta í lóðana. Já. Þannig að þetta eitthvað sem við í Bjartri framtíð höfum horft til og þetta með heimaþjónustuna og hafa hana aðgengilega og á forræði undir sjálfræði eldri borgara eða þá fatlað fólks eftir því sem við á. Svo langar mig bara aðeins að koma inn á stærra samhengi því að hér erum við auðvitað boðuð frá fulltrúum Öldungaráðs og inni hér í borgarstjórn og við erum hér að ræða málefni eldri borgara og húsnæðismál þar sérstaklega. En mig langar að setja út því að hér erum við auðvitað í kosningabaráttu og auðvitað það þannig að við mætum á ýmsa staði og segjum kannski margt sem að sá hópur sem að býður okkur vill heyra. En mig langar að setja hlutina í aðeins stærra samhengi og leggja áherslu á það að við þurfum líka að gera vel við og ungt fólk svo að hinir eldri sitja ekki beinlínis eftir bara hér einir
á landinu. Við þurfum að passa upp á kjarnafjölskylduna, ef ég má segja sem svo, að ungt fólk hreinlega hafi tíma til þess að sinna sínum foreldrum og þeim sem eldri eru og að þeir séu ekki bara horfnir til annarra landa þar sem að barnabótakerfi og önnur umgjörð í lífi ungra fjölskyldna, barnafjölskyldna er betra. Þannig að mér finnst mikilvægt að við skoðum þessa hluti alla í samhengi. Já, ég held ég hafi ekki meira fram að færa hér og ég ætla bara að gera það sem að stjórnmálamenn gera aldrei, hætta áður en ég er stoppuð. En ég vil bara þakka kærlega fyrir boðið og þetta hefur verið mjög fræðandi og gaman að fá að sitja með ykkur. Þakka þér fyrir, Björt Ólafsdóttir. Næstu tekur til máls frá